Og þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn. Október bara hérna handan við hornið og hann bleikur. Og ég hef fengið til mín hérna 2 fulltrúa úr söludeild N4 til að segja mér hvernig N4 hyggst taka þátt í þessum mánuði. Velkomin Ívar og Elva. Takk fyrir. Hvað ætlar N4 að gera í tilefni bleiks októbers? Heyrðu, okkur langaði að leggja okkar mörkum til baráttunar gegn krabbameini kvenna og við Elva bárum þessa hugmynd okkar undir framkvæmdastjóra og restina af teiminu hér hjá N4 og fengum bara góð viðbrögð. Já. Og við ætlum að gefa hluta af auglýsingatekjum í október hjá N4 sjónvarpi til Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis. Já, ekkert öðruvísi. Nei. Hefur þetta verið gert áður haldið hérna á stöðinni? Nei, ekki hérna hjá okkur á N4 allavega. Nei. Þetta frábært. Allavega ekki okkar tíð og ekki svo ég veit til, en þannig að þetta nýmæli hér. En hafið einhverja hugmynd hvað eru tekjur af auglýsingum að aukast, eru þær að dala, vitið eitthvað hvernig við stöndum svona? Má kannski ekki gefa svo leiðis upp? Jú, það ekkert lendum að þær hafa aukist, já. Nú bara síðan ég byrjaði, ég er búinn að vera hérna að vera 2 ár. Og þetta alltaf uppleið? Þær auglýsingatekjur eru að uppleið hjá okkur allavega. Þannig að N4 við tengjum það náttúrulega bara við aukið áhorf og aukinn áhuga á stöðinni. Já, það gleðilegt. Algjörlega. Og þannig við erum alveg aflögu fær. Við förum ekki á hausinn við þetta. Nei, alls ekki. Æðislegt. Haldið að fleiri fyrirtæki séu að taka þátt? Vitið hafið eitthvað spurst heyrt af öðrum? Við allavega fórum ég fór aðeins að skoða málin þegar við fengum þessa hugmynd og mér finnst bara að vera mikill áhugi fyrir þessu málefni. Þetta náttúrulega málefni sem kemur held við alla. Ég held að þekki allir einhvern sem hefur glímt við krabbamein og þannig að þetta eitthvað sem kemur við bara nánast alla, myndi ég segja. Og hvað ætli sé langt síðan bleikur október? Þetta búið að vera í einhver ár, bleikur október, nú man ég ekki alveg hvenær þetta hófst, en þetta eitthvað svona, mér finnst þau vera meira og meira meðvituð þetta og einhvern veginn, allir séu að taka meira og meira þátt í svona átökum, sem náttúrulega bara frábært. Það eitthvað hérna á Akureyri sem að bleika slaufan sem sett upp í ljósastöra. Allir N4 getur líka kannski tekið þátt í því. Já, ég held það. Þá tekur maður ljósastöru í fóstur, borgar eitthvað 5.000 kall og fær slaufu, bleika slaufu, mér finnst það svo snið. Þetta mjög flott, mjög skemmtilegt. Og allir sá ágáðu fyrir það vantilega líka til Krabbameinsfélagsins? Já, mér skilst það og við erum að taka þátt í því í gegnum blaðið okkar, N4 dagskrá og tökum aðeins þátt í því verkefni þar. Já, þetta eru mörg verkefni sem tengjast bleikum október í rauninni. Já, það það og reyndar með sjónvarpið okkar þá ætlum við ætlum að gefa hluta af auglýsingatekjum og við ætlum að tileinka dagskrána líka að stórum hluta þessari baráttu gegn krabbameini kvenna. Það má alveg segja frá því að næsti föstudagsþáttur verður bleikur. Til dæmis. Og þessi föstudagsskóli eins og taktíkinn og að norðan og fleiri, að þeir munu bera þess merki að við erum að styðja við þessa baráttu. Bæði með umfjöllun og svo þessu sem við erum að tala um. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja frá þessu og þá hvetjum við líka auglýsendur til að auglýsa hjá okkur og taka þátt í þessu góða málefni. Já. Takk fyrir. Takk fyrir okkur.